Ægir mættur heim og mættur í Fram ef við byrjum bara á því hvernig kom þetta til? Uh, ég var náttúrulega bara að klára samningin í sumar og frúin er ólétt líka og við erum að eignast annað barn í sumar, þannig að það var bara góður tímapunktur að koma heim og Fram að búið að hafa samband lengi og mér leist bara mjög vel á það. Þannig Fram kannaði áhugann bara af fyrrabræði eða eitthvað? Já, það var komið upp bara í fyrra sumar og já, bara búið að vera í virku samtali við þá og já, bara spenntur fyrir því verkefni sko. Kom aldrei til greina að vera áfram úti? Jú, eða þú veist, við vorum svolítið bara búin að ákveða að reyna að koma heim einhvern veginn öll, þannig að þú veist, jú, það kom alveg til greina en þetta var svona besta í stöðunni fyrir alla, þannig að Var einhver önnur lið hérlendis sem komið til greina? já, það var einhver smá áhugi en svona NSC þá var Fram bara mest spennandi og voru fljótir að taka upp símann sko. Tekið ekki þín við Rúnar, spilaði hún stóra rullu? Já, klárlega. Ég náttúrulega þekki Rúnar vel og hann þekki mig og bara ég veit hvað ég hef í honum og sjálfsögðu hjálpaði það mjög mikið sko. Hvernig hafa bara fyrstu dagarnir, þó þú sért kannski ekki leikfær, en fyrstu dagarnir í Úlfarsárdal verið? Bara flottir sko. Ég er búinn að fara á held ég eina æfingu reyndar bara en þetta er bara aðstæðan og allt annað tipptopp sko og bara líst vel á liðið og maður er bara svona að koma sér fyrir. 5 dagar í fyrsta leik, hvernig er bara heilsan á þér? Ég er allur að koma til en ég er svona, það er kannski 1-2 vikur. Vonandi bara sem fyrst, mér langar Kýtlar svakalega að fara að spila. Nærði ekki opnunarleiknum þá, sem sagt? Ég veit það ekki alveg, ég reikna ekki með því en við sjáum til. Hvað langaði bara til þess að gera með Fram, ertu með einhver markmið? Ég vil alltaf fyrst og fremst bara hjálpa Fram bara að ég bara leggja mitt að mörkum og bara, þú veist, ná bara sem lengst sko. Ég er ekki alveg kannski komið með hugan við það, fyrst svona koma mér í stand og gera allt sem ég get gert inn á vellinum, þannig að já, við sjáum bara til. Hvernig bara svona gerur upp innan tíma í Danmörku? Þetta var bara frábær tími sko, bara fyrir mig persónulega bara sem leikmann og manneskju að bara vera svolítið frá öllu og búa, já, bara maður óx mikið bara sem manneskja og náttúrulega ég var með fjölskylduna með mér en þetta var bara næs tími og skemmtilegu fótbolti og liðinu gengur vel núna, skemmtilegt að skilja við og vonandi fara þær upp, þannig að þetta var bara góður tími. Hvernig klúbbur er bara í C-deild með íslenska tengingu? Já, þetta er náttúrulega risa félag sko, þú veist, þeir eru bara með geggjaðan völl og rótgróið félag og þú veist, þetta er svona svolítið sofandi risi og vonandi eru þeir svolítið að vakna núna og fara vonandi upp deild en þetta er lið sem er alltaf gott fyrir þessa deild sko, eins og staðan er í dag og ég er ansi viss að þeir fari upp og það verður bara gaman að fylgjast með þeim áfram sko. Þetta Jói Kalli var þjálfari liðsins, spenntur fyrir að mæta honum í sumar? Já, það verður skemmtilegt, það verður bara gaman. Hvernig, hefur þú eitthvað breyst sem leikmaður eftir þessa Danmörkudvöl? Já, það held ég verður bara komið í ljós, ég er allavega bara með aðeins meiri reynslu og vonandi bara, ég veit ekki, það er kannski erfið spurning að svara en við sjáum til bara. Takk fyrir það.